Helgina var leikinn einn leikur í kvennaboltanum í fyrstu deild kvenna í handknattleik kvenna sem sagt. Haukastúlkurnar úr Hafnarfirði leiddu saman hesta sína við stallsystur sínar í Val á Hlíðarenda þar sem leikurinn var leikurinn. Heimastúlkurnar átti í römmum reip mestallan leikinn, enda fór það svo að Hafnarfjarðarstúlkurnar úr Hafnarfirði unnu leikinn með samfærandi sigri á Valstúlkunum á Hlíðarenda. En nú dregur til tíðinda í handknattleiksboltanum í handbolta. Landsleikur Íslendinga og Úsbeka sem fram fer í Laugardalshöll á laugardaginn í Laugardalnum verður leikinn á laugardaginn. Til að skyggnast aðeins fyrir í þessum næsta landsleik landsliðsins í handbolta kominn hingað í íþróttasýsluna sjálfur Matthías Jóhannessen, leikstjórnandi íslenska landsliðsins í handknattleik. Hvernig lagst leikurinn í þig, Matti? Hvað áttu við? Hvor heldur að vinni leikinn? Það get ég ekki vitað neitt um. Betra liðið sigrar, er það ekki? Jú, væntanlega. Og það á að gera sitt besta, er það ekki? Sko, í raun og veru mjög vafasamt að nota þetta lýsingarorð í efsta stigi frammistöðu einstaklinga vegna þess að allur samanburður á slíku hlýtur að byggja á huglægu mat. Býtu áttu þá við að þetta verði tvísýnt leikur? Það get ég ekki vitað neitt um. Ég get ekkert ferðast í gegnum fjórðu vítina, frekar en aðrir dauðlegir menn. Ferðast? Verður leikurinn þá fluttur eða? Nei, við lifum í 3 vítum, skilurðu. Fjórða vítin er síðan tíminn, þannig að við getum ekki ferðast í gegnum. Og þó ferðumst við í raun og veru líka í gegnum fjórðu vítina, en okkur er ekki sjálfrátt með ferðalög okkar í gegnum hana. Er Þorbjörn þá svona harður við ykkur, vitu? Þessar spurningar í raun og veru eru tilgangslausar. Þær þjóna ekki öðru hlutverki heldur en að draga athygli manneskjunnar frá raun hlutskipti sínu, núinu. Raunveruleikinn er hér og nú. Halló? Júhú. Hefur hann ofrengt í sér heilan og dáið? Shit, þetta er 4. íþróttafréttaritari sem fer svona hjá mér í þessari viku. Ég verð að fara að passa þetta.